Hann sagði að hann myndi koma í dag. Komedíuleikhúsið er fyrsta og eina atvinnuleikhús Vestfjarða, stofnað 1997. Leikhúsið hefur sett á svið hátt í 50 leikverk sem eiga það flest sameiginlegt að tengjast sögu Vestfjarða á einn eða annan hátt. Komedíuleikhúsið hefur einbeitt sér að einleikjum sem hafa vakið athygli bæði hér heima og erlendis. Leikhúsið er með eigið leikhús í Haukadal í Dýrafirði og telst það vera minnsta atvinnuleikhús á Íslandi. Já, þetta er sem sé hjartað hérna í Haukadal í Dýrafirði. Hér er lítil krúttleg sveit, það býr reyndar enginn hérna núna, en hér á árum áður þá var hér mikill fjölda fólki og tímabili stemdi í að Haukadalur yrði staðurinn hér í Dýrafirði. Hér myndi fólk búa, hér yrði kauptúnið og hér voru alltaf 100 manns á tímabili. En svo eins og stundum áður þá kemur einhver sem er ríkar en pabbi minn, hvernig sem er í laginu, og sem að kaupir Þingeyri. Kemur kaupmaður þar og þá fer Þingeyri að byggjast upp hraðar og hér verður áfram bara svona náttúrulega bændur og þeir eru til fiskjar, þannig var þetta. En svo eftir því sem að leið á síðustu öld að þá fækkaði meira og núna býr hér enginn. Hér eru sumarhús bara og leikhús. Hvernig er að vera með leikhús á stað þar sem að enginn býr? Það er náttúrulega algjör vitleysa að láta sig detta það í hug að gera eitthvað slíkt. Það er ekki eins og ljósastöður hérna, en það er oft tækifæri í fámenni og í smægðinni og í því að sjá eitthvað hérna sem þú getur ekki upplifað hvar sem er. Og það er svo sannarlega hér og stundum verða líka bara svona crazy hugmyndir eru yfirleitt þær bestu. Þannig að þetta átti upphaflega að vera sumarhús hjá okkur hjónum. Við keyptum þetta 2005 og vorum þá líka náttúrulega með okkar leikhús sem við rekið síðan 1997, svaka mörg ár síðan. Og þá ætlum við bara að hafa þetta sumarhús og við sváum hérna upp á sviðinu. Við vorum bara með rúm hérna og svona, en þá höfðum við frumsýnt leikrit sem heiti Gísli Súrsson. Og hann náttúrulega er hetjan hér. Hér ofurmennið í Haukadal er Gísli Súrsson. Hér snýst allt um hann. Og svo bara þetta fyrsta sumar að þá bara þurfum við einn morgunin að pakka niður rúmunum hér í snöggheitum því það er að koma hérna hópur á háskólanemum sem langar til að sjá þetta leikrit í Haukadal. Og ætla að ganga hér svæðið og já, hér gekk Gísli Súrsson og svo kemur við bara hér inn, já, hérna er tjörnin og hér voru í ísknattleiknum og þannig að þetta var eiginlega bara bingo. Eftir þessa sýningu þá var fólk bara eftir bara einhvern veginn, þetta ég bara aldrei upplifa annað, bara ég er að sjá þessa sögu hérna sem ég er búin að lesa og svo bara get ég farið á staðinn þar sem að þessar persónur voru. Og þá byrjaði boltinn svolítið að rúlla. Og við höfum voða lítið verið fyrir að auglýsa eða eitthvað svona, kynna okkur eitthvað, við höfum voða lélegir í því. Og þannig að fólk hefur bara fundið okkur og smátt bara þurftum við oftar og oftar að koma á rúmunum til niðar og pakka þeim niður til að sýna. Og svo þróaðist þetta nú svona áfram og svo gerðist það hérna að það fór alltaf að snúast skemmtiferðaskip eins og svo oft áður sem alveg ágætis dæmi og við náttúrulega vildum taka þátt í því, hér þurfa allir að hjálpa stað og það gerist eitthvað og við áttum okkar Gísla Súrsson og þessa leiksýningu og skelltum þessum leikhúsi bara í svona víkingaupplifun. Við vorum hér með alls konar svona borð og bekki og fólk gat klætt sig í svona skikkju og farið í víking og svo talaði hér Gísla Súrsson og svona og labbaði með þeim svona allan Haukadal. En svo bara náttúrulega gerist eitthvað duttlið, eins og stundum er sagt og þá stóðum við eftir með tómt hús og því að það var fyrir sig að það kæmi engin skip í ár og þá var bara að setjast niður, við gerum það nú oft hjónin til að bara tala saman og ekki vera alltaf í tölvunni og út úr því kom við skulum bara breyta þessu aftur í leikhús og við verum að gera eitthvað í sumar. Við vinnum bæði sem listamenn og þetta eru okkar tekjur og við erum svolítið vön því að þurfa að róa bara
að þurfa bara að sýna og þurfa að hafa svolítið fyrir þessu og þess vegna búið mitt hér og við mundum eftir því að við höfum sett upp einhver 50 leikrit held ég síðan 97 og sum vinsæl og það virðist eitthvað fylgja Gíslanafninu sko. Það Gísli Súrsson, svo eigum við annan leikrit sem heitir Gísla Uppsölum sem vorum hægt að sýna, sýndum eitthvað 80 sinnum og við sem bara, heyrðu, við bara pröfum að sýna þetta hér og við gerum það bara fyrsta þriðjudag í júní þá byrjum við og það var bara fullt hús, það fann náttúrulega ekki mikið hér til að verði fullt hús en það er sama og svo kom bara næsti þriðjudagur og við heldum bara áfram, sýndum alla þriðjudaga í sumar og hér var bara fullt hús og allir kom að sjá Gísla Uppsölum og þá bara sagðum við ok, við ætlum ekki að fara aftur í víkingaheiminn þannig, heldur miklu fremur bara að vinna hér með þetta leikhús, það sem enginn býr, fylla það að lífi og því það held ég, kannski það, ég veit ekkert, maður veit aldrei hvað það af hverju hlutinni virka sko, en það held ég að sé, sko, það ábúinlega ekki takt að svara því, maður myndi örugglega svara því vitlaust, en ég gæti trú að sé kannski það að sko hér engin svona ekkert svona áreiti, það reyndar farsímasamband hérna, þú þarft helst að slökkva bara símanum, en annars ekkert og hér bara eins og, hér engin klukka og ekki neitt og þetta bara stundur sem við þurfum, hér kemur við bara í kyrrðun og rólegheit, huggulegheit, horfir á leiksýningu, svo getur labbað hérna niður í fjöru sem alveg dásaleg og hér mikið af fuglum, stórt varp og svona en já, hvort það þetta sem að fólk sækir í, ég veit það ekki en þetta gæti verið það. Að vera leikari hér, segðu okkur aðeins frá lífinu hér sem leikari. Já, það það náttúrulega bara hver og einn verður svolítið að velja hvað hann vill og ég sko fæddur og uppalinn á Vestfjörðum, hérna á Næstafirði, fór nú ekki langt, bara úr Arnarfirði og svo hitti ég konu úr Næstafirði hérna á Þingeyri og eftir svona svolítið flakk hinga og þanga, þá ákveðum við og okkur fannst best, sko vorum í Reykjavík í nokkur ár og það haldi allir að maður þurfa að vera í Reykjavík til að geta unnið sem leikari, það bara rangur misskilningur, það alveg, getur þessna átt heima hér í Haukadal eða hver sem þú verður náttúrulega bara að búa þetta til svolítið sjálfur, skapa þetta sjálfur og svo hringir enginn, þetta ekki þannig sko, maður hélt það fyrst þegar maður útskrifaðist úr skóla, ég útskrifaðist 1997 að þá var ég bara að bíða eftir að þjóðleikhússtjóri myndi hringja sko og eða borgarleikhússtjóri og svona, það var svo sem sama hvort það væri þeir hafa hvorugt hringt sko alveg síðan þá, þannig að veist, þetta heldur ekki, maður komst að því bara þá en samt sem áður var ég í Reykjavík í nokkur ár en Vestfirðirnir tóguðu svo rosalega í mig alltaf að ég bara ákvað síðustu aldamót 2000 að þá fluttum við hingað fyrst á Ísafjörð, voru þar alveg dásamlegan tíma og rákum þar leikhúsið og voru þá meira svona á flakkinu sko og svo fluttum við hingað fyrir nokkrum árum og hér vill maður helst ekki fara sko nema þá bara í svona vinnutengt eitthvað. En ef við tökum aðeins saman þetta koncept, komedíu leikhúsið, já. Hvað þetta? Já, það góð spurning og þetta samt ekkit endalaus komedía, þetta stundu tragikomedía eins og Benedict Beckett sem fyndiverk en samt svona með alvarlegum undirtón líka og saman má segja Gísla Uppsölum og annað, þannig að við höfum kannski verið meira svona í það sem má segja svona tragikomedíunni, harmkomedíu sem yfirleitt svo fyndnasta því að það nú það sem leikhúsið gerir, það stundum að endurspegla okkar eigin tilveru en samt í kannski öðru ljósi, þannig að þá getur við annarkvort grátið með því eða hlegið en uppgötta svo kannski að þetta sé nú kannski svipur stað og þú ert í sjálfur og það má kannski svona til að ramma það inn hvað þetta þá finnst mér nú flott sem einhver sagði einhvern tíma að þetta væri svona svolítið leikhús landsbyggðarinnar og það þykir mér rosalega vænt veist, en það hefur það verið mitt starf síðan flutti hingað að sýna á landsbyggðinni, það hef ég langmest gert og finnst fátt skemmtilegra daginn fór í hringinn í kringu landið og sýndi
út um landið, og það var alveg dásanlegt. Og svo skrepp maður af og til í borgina, en mér finnst það ekkert merkilegt, sko. Broadway fyrir mér og Hollywood er út á landsbyggðinni, sko.